From the conference Frá center ráðstefnuhöllinni í Salt Lake City, Utah. Þetta síðdegis hluti laugardags 195. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists sinna síðari daga heilugu. Ræðumenn eru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunnar. Tónlist þessa hluta flutt af kór pilta og stúlkna sem búa á norður Utah svæðinu. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki í hagnaðarskyni á heimilum, í fjölskyldu eða í kirkju. Öldungur og Lissi Sors í 12 postulasveitinni mun stjórna þessum hluta. Bræður og systur, verið velkomin á síðdegis hluta laugardags 195. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists sinna síðari daga heilugu. Russell M. Nelson forseti, sem horfir á ráðstefnuna á heimilinu sínu, hefur beðið mig að stjórna þessum hluta. Við sendum öllum kærleika okkar og hlýjar kveðjur, sem hafa gengið til liðs við okkur og biðum þess að blessanir Drottins verði með ykkur. Tónlist á þessum ráðstefnuhluta í höndum pilta og stúlkna kórs sem búsett eru í norðurhluta Utah undir stjórn Geoff Anderson við orgelleik Lindu Margetts. Kórinn mun hefja samkomin á því að syngja Sing Praise to Him. Inngangsbæn flytur síðan öldungur Alan T. Phillips af hinum 70. Dear Father in heaven, Ástkæra himneske faðir, við erum að safna saman á þessum tíma
út allan heim til að sýna kærleik okkar og til að tilbiðja þig. Við erum þakklátir fyrir son þinn Jesú Krist, fyrir friðþægingu hans, allan þann frið og von sem það gefur okkur. Við erum sérstaklega þakklátir fyrir hann á þessum páskatíma, það sem við getum minnast honum og hans endurlausnandi elsku. Við þakkum fyrir spámenn á þessum síðustu dögum til að leiða okkur. Við erum sérstaklega þakklátir fyrir þeirra vitnisburði og þekkingu son þinn. Við biðjum á þessum tíma fyrir þau sem þarfnast einhverju sem eru gleymt eða yfirséð eða sem eru í neyð eða eru sjúkir. Við biðjum að þeim vera fylgt. Ef það þinn vilji, þá biðjum við, Faðir, að þau sem þarfnast þess mest, að þau munu vera fylgt á þessu helgi og þau munu vera fylgt von og trú og sannleiks. Á óvissum tíma verður þakklátt fyrir þann grunn sem sonur þinn megum við horfa til hans og vera kyrr og óttast þig. Við elskum þig og segjum þetta í nafni sonar þíns Jesú Krists. Amen. Öldungur Neil L. Andersen í 12-pústalasveitinni og Stephen J. Lund forseti sem þjóna sem aðalforseti Piltafélagsins munu nú tala til okkar. Að ræðum þeirra loknum kórinn syngja Come hear the word the Lord has spoken. Við njótum síðan þeirra ánægju að hlýða á öldung Mark Palmer af hinum 70. Að honum loknum hlýðum við á öldung Sandino Róman af hinum 70. Our Savior Jesus Christ taught us. Frelsarinn okkar Jesú Krist kenndi okkur á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið byrjið elsku til hvers annars. Biskupi Júta sagði mér nýlega frá úthellingu kærleika í deild hans til stúlku og fjölskyldu hennar. Ég fallegri atburðarás ákváðu foreldrarnir að snúa aftur til frelsarins og kirkju hans. Á þeim tíma sem þau voru fjarri kirkjunni var unglingsdóttir þeirra í sambandi við ungan mann. Þegar þessi dýrmæta dóttir sneri aftur fann hún mikla elsku frá himneskum föður sínum og vitnisburðarsamkomu stúlknafélagsins. Hún tók ákvörðun að lifa betur eftir boðorðunum. Hún skrifaði: Ég hóf viðrunarferlið með biskupi mínum. Stuttu síðar veiktist hún. Með hennar orðum, próf staðfesti að ég var barnshafandi. Ég fór að gráta. Faðir minn vafði mig í arma sína og fullvissaði mig að allt yrði í lagi. Kærastinn minn bað mig að losa mig við barnið. Ég neitaði því. Hún hélt áfram. Ég hef fundið svo mikinn kærleika og stuðning frá deildarfjölskyldinu okkar. Það hefur verið yfirþyrmandi. Biskupinn minn og forseti stúlknafélagsins hafa gert allt sem í þeirra valdi stendur til að sýna elsku og stuðning. Ég hef séð hönd drottins, leiðbeina mér og fjölskyldu minni. Deild eins og mín fjölskyldan sem allir þarfnast, sérstaklega stúlku í minni stöðu. Hún ásamt fjölskyldu sinni og deildarfjölskyldu tóku kærleiksríkt á móti litla syni hennar síðastliðin í febrúar. Russell Nelson forseti sagði: Aðalsmerki hinnar sönnu og lifandi kirkju drottins mun ætíð verða skipulagt þjónustustarf í þágu einstakra barna Guðs, með gæskuríkri þjónustu hins eina á sama hátt og hann gerði. Þegar einhleyp kona uppgötar að hún á von á óvæntu barni, geta heilsufarsvandamál, andlegt uppnám, vandræðakennd, fjárhagsáhyggjur, spurningar menntun, óvissa hjónaband og sorg yfir brostnum draumum, á augnabliki sársauka og ráðþrots leitt hugsunarsama konu til að taka skref sem muni færa djúpan sársauka og eftirsjá.
Fyrir alla sem á hlusta og hafa upplifað þann mikla sársauka og eftirsjá sem fylgir því að gangast undir eða taka þátt í þungunarrofi, hafið vinsamlega. Þótt við getum ekki breytt fortíðinni, þá getur Guð læknað fortíðina. Fyrirgefning getur lotist fyrir kraftaverk náðar samlegrar friðþægingar hans. Það þið snúið ykkur til hans af auðmýkt og með iðrandi hjarta. Þau orð tengjast oft helgi jarðneskrar fæðingar, líf og val. Lífið einn dýrmætasti hluti af fullkominni áætlun föður okkar og samkvæmt hans tilskipun. Verum við umhyggju gagnvart og varðveitum lífið og við veljum áframhald lífs eftir getnað. Við höfum einnig háið gjöf þess að velja gjöf siðferðislegs sjálfsræðis og leggjum lið til að styrkja það rétta val sem Guð samþykkir og færir lífa hamingju. Þegar kona og karl ganga í gegnum slík viðkvæm tímabil og standa frammi fyrir afdrifaríkri ákvörðun, geta orð okkar, hendur okkar, hjörtu okkar, blessað þau, andlega, tilfinningalega og fjárhagslega. Svo þau fáið fundi fyrir elsku frelsarans, eins og Henry B. Eyring forseti hefur sagt, vakið andlegum augum þeirra upplýsandi viðhorfsbreytingu, frá því sem þau telja sig sjá til þess sem þau fá enn ekki séð. Stalin H. Oaks forseti sagði, afstaða okkar til þungunarrofs byggist ekki á opinberaðri þekkingu á upphafi dauðlegs lífs. Hún ákvarðast af þekkingu okkar á því að öll andabörn Guðs verði að koma til þessarar jarðar í dýrlegum tilgangi og það einstaklingsbundna auðkenni hófst löngu fyrir getnað og mun halda áfram alla ókomna eilífð. Orð drottins varðandi hina ófæddu sem gefin rödd með æðsta forsætisráðunum 12 postularsveitin hefur aldrei breyst og endurómar orðsbámannanna í aldanna rás og gefur guðlegan skýrleika það sem drottin hefur beðið okkur að gera. Kirkja Jesú Krists sem sýrataði heilugu hefur trú á helgi lífsins. Kirkjan andi í valkvæði þungunarrofi fyrir persónulega eða samfélagslega þægindi og ráðleikur meðlumum sínum að gangast ekki undir, framkvæma eða greiða fyrir eða gera ráðstafanir fyrir slíkt þungunarrof. Drottin heimilar mögulegar undantekningar þegar þungun á sér stað eftir nauðgun eða syfjaspjall eða til þess hæfur læknir úrskurðar að lífið að heilsu móður sé í alvarlegri hættu eða hæfur læknir úrskurðar að fóstrið sé svo skaddað að barnið muni ekki lifa að fæðingu lokinni. Æðsta forsætisráðið heldur áfram. Þungunarrof mjög alvarlegt mál, jafnvel í slíkum undantekningartilvikum. Ætti einungis að hugleiða það eftir að viðkomandi aðilar hafa hlotið staðfestingu gegnum bæn og ráðfært sig við aðra. Fyrir 30 árum gáfu spámenn drottins út yfirlýsingu til heimsins. Þar eru þessi orð. Við lýsum því yfir að Guð hefur boðið að hinn helgi kraftur getnaðar skuli aðeins notaður milli karls og konu í löglega vígðu hjónabandi. Við lýsum því yfir að leiðin til sköpunar í lífsins guðlega tilnefnd. Við staðfestum helgi lífsins og mikilvægi þess í eilífri áætlun Guðs. Að hlúa að og vernda lífi sem enn ófætt ekki stjórnmálalega afstafa. Það siðferðislögmál sem drottin staðfestir með spámönnum sínum. Yfirlýsing Ruben Clark Jr. forseta sem þjónaði í æðsta forsætisráðinu lýsir ungmennum okkar í dag fagurlega. Ungmenni kirkjunnar hungrar eftir því sem andans Þau vilja ófúslæra fagnaðarerindið og vilja það hreint óþynnt. Þau vilja vita trú okkar. Þau vilja öðlast vitnisburð sannleikann. Þau eru spyrjendur, leitendur sannleikans. Við skulum oftar tala trú og samúð við ungmennin á heimilum okkar og hvert við annað á fundum líknarfélags og öldungarsveitar skýrlífslögmál drottins, helgilífsins og umönnun ófædra og mæðra þeirra.
Kær systir skrifaði mér reynslu sem hún átti fyrir áratug. Sem ung fullorðin kona var ég ólétt með lítinn sem engan stuðning frá kærastanum mínum. Ég skammaðist mín og var einmana en ég hugleiddi aldrei þungunarrof. Ég átti kærleiksríka fjölskyldu og biskup sem ég hitti reglulega til að fá leiðsögn. Ég sneri mér til Guðs. Ég lærði ritningarnar og bað og fann styrk gegnum frelsara minn og iðrunarferlið. Ég fekk svar við bænum mínum sem ég gat ekki neitað. Það var átakanlegt en ég vissi að ég myndi gefa dóttur mína til ættleiðingar. Ég bað hugrekki og fann elsku frelsarann svo greinilega í gegnum iðrun að ég veit að Guð svarar bænum og styrkir okkur. Ástrík hjón ættleiddu stúlkubarnið, dýrmæta, og kendu henni fagnaðar erindið. Hún nú gift og sjálf fallega fjölskyldu. Stundum getur verið ákaflega erfitt og kvalafullt óvissa sem fylgir því að vernda líf. Ung hjón sem Kati og ég elskum skrifuðu mér nýlega dýrmæta barnið sem þau áttu von á. Faðirinn skrifaði: Þegar konan mín var komin 10 vikur á leið, komist við að því að kraftaverkabarnið okkar hefur erfðafræðilegt ástand þrístæðu, almennt þekkt sem Downs heilkenni. Við fundum fyrir þrýstingi frá læknasamfélaginu að íhuga að rjúfa þungunina. Nokkrum vikum síðar uppgötvuðum við að ófætt barnið okkar þyrfti margar hjartaaðgerðir á fyrsta ári lífsins. Í öllu þessu ferli, þegar við hefðum beðið heitt guðlega hjálp, höfðum við fundið andan veita okkur huggun. Við hlutum opinberun og skilning á því að dóttir okkar kjörbarn himnesks föður og þráir innilega að vera hluti af fjölskyldu okkar og koma til jarðar. Móðir barnsins skrifaði: Við vorum algjörlega í áfalli, ringluð og hreinlega eyðilögð yfir fréttunum. Þegar ég var komin 14 vikur á leið komumst við að því að barnið okkar var með marga hjartagalla. Þar af eitt sem gæti mögulega verið banvænt. Við hittum ótal lækna og sérfræðinga við 10 til 18 vikna meðgöngutíma. Í hverju læknisviðtali vorum við spurð hvort við vildum halda meðgöngunni áfram eða binda endi á hana. Frelsarinn læknaði hjarta mitt og veitti mér tilfinningar friðar og eftirvæntingar varðandi litlu stúlkuna okkar. Himneskur faður hefur aftur og aftur sýnt mér að hann með fullkomna áætlun fyrir mig og ég treysti honum. Þau tóku spennt á móti fallugu stúlkunni sinni fyrir einni viku. Óbilandi trú og eftirtektarverð hugdyrska eru aðalsmerki lærisveina Jesú Krists. Undaunted faith and remarkable courage are hallmarks of disciples of Jesus Christ. Í áranna rás hef ég notið þeirra forréttinda að hitta karla og konur sem í auðmýkt hafa sóst eftir að snúa aftur á sáttmálsveginn og til prestdæmis og mysterisblessana sína. Mörgum árum eftir að þau mistu aðild sína. Í eitt skipti átti ég að taka viðtal við mann fyrir hönd æðsta forsætisráðsins sem endurreist prestdæmis og mysterisblessana hans. Eftir hjónaband í heilugu musteri og eftir að hafa eignast 3000 börn var maðurinn ótrúr eiginkonu sinni og sínum helgu sáttmálum. Einhleyp kona var þunguð og vildi þungunarrof. Hinn dásamlega eiginkona þessa manns sárbað konuna með eignast barnið og lofaði að hún skyldi ala upp sveinbarnið ásamt börnin sínum eftir fæðingu þess. Að ígrunduðu máli samþykkti einhleypa konan að láta ekki rjúfa þungunina. 10 ár hafa nú liðið. Hinn auðmjúka systir sem satt fyrir framan mig elskaði drenginn sem sinn eigin og sagði mér frá viðleitni eiginmanns síns til að bæta ráð sitt og elska og annast sig og fjölskylduna. Faðirinn grét þegar hún talaði. Hvernig gat þessi göfuga Guðskona tekið að sér barn sem sitt eigið gæti verið daglega áminning ótrú mennsku eiginmanns hennar.
Hvernig? Af því að hún fann styrk í Jesú Kristi og trúði á helgi lífsins, heilagleika lífsins. Hún vissi að ófædda barnið væri barn Guðs, saklaust og flekklaust. Kæru bræður og systur, minnkandi elska til ófæddra barna allan heim alvarlegt áhyggjuefni. Guð ber umhyggju fyrir lífinu. Það hans verk og hans stíl að færa börnum sínum ódauðleika og eilíft líf. Sem lærisveinar Jesú Krists berum við umhyggju fyrir lífinu. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Megum við miðla kærleika okkar, jafnvel enn ríkulegar með þeim sem þarfnast okkar svo sárlega. Ég tjá ykkur elsku mína og elsku himnes föður til barna hans sem koma til jarðar. Í nafni Jesú Krist. Amen. Thank you, Elder Anderson, for that. Þakka Eldur Anderson fyrir þetta. One Sunday morning, this January, Á sakramenti samkomu minni núna í janúar voru á annan tug ungra manna studdir til framfara í Arons prestdæminu. Ég fann heiminn breytast undir fótum okkar. Það sló mig að gjörvallan heim, tímabelti fyrir tímabelti á sakramenti samkomum sem þessum, voru tugþúsundir djákna, kennara og presta studdir til að vera vígðir til ævilangrar prestdæmisþjónustu sem myndi spanna lengd og breidd samansöfnunar Ísraels. Í janúar ár hvert eru hendur lagðar á höfuðum 100.000 ungra manna sem tengir þá með helgiathöfnum við skýra valdalínum sem nær aftur gegnum endurreisnar tímandili Jósefs og Olivers, Jóhannesar skýrara og Jesús Krists. Kirkjan okkar ekki alltaf mjög áberandi. Á þessum vettvangi látum við lítið fyrir okkur fara. En samt ég sá þessa veltandi þrömu vígðra prestdæmis hafa dreifast yfir jörðina, velti ég fyrir mér í anda kirkjugleði, hvort ekki ætti að rópa það ofan af húsþökum. Í dag, hugsaði ég, ættu að vera lúðrar og skálabumbur og logandi blis. Það ætti að vera skrúðgangur. Vitandi hver máttur Guðs í raun, vorum við vitni að því hvernig minnstur þessa heims raskaðist með valdsymból Guðs sem flæddi við jörðina. Þessar vígslur hleypa þessum ungu mönnum af stokknum út í ævilningaþjónustu þeir standa sig að því að vera í afdrifaríkum tímum og stöðum þar sem nærvera þeirra og bænir og vald prestdæmis Guðs sem þeir hafa mun skipta miklu máli. Þessi stýrða keðjuverkun hófst með þjónustu engli sem var sendur af Guði. En uppreisni Jóhannes, skýrari frá fornu tíma, birtist Jósef og Oliver, lagði hendur sínar á höfuð þeirra og sagði: Yður samþjónum mínum veit ég í nafni Messíasar Arons prestdæmi, sem hefur lyklað að þjónustu engla og fagnaðar erindi iðrunar og niðurdýfingar skýrt til fyrirgefningar syndana. Jóhannes nefndi þetta vald prestdæmi Arons eftir bróður Móse og prestdæmis félaga. Til forna áttu þessi prestdæmishafar Arons að kenna og aðstoða við helgiathafnir. Helgiathafnir sem beindu lærisveins hlutverkinu að hinum tilvonandi Messíasi, drottni Jesú Kristi. Í 4. Mósebók prestdæmishöfum Arons beinlínis falið það verkefni að meðhöndla áhöld helgiathafnanna. En þú skalt fela Aroni og sonum hans að þjóna og þjónusta þeirra felst í törkinni og hinum helgu áhöldum sem notuð voru við helgiþjónustuna. Helgiathöfn gamla testamentisins með dýrafórni var uppfyllt og í stað hennar kom líf og friðþæging frelsarans. Þeirri fornu
Helgiathöfn var skipt út fyrir þá helgiathöfn sem við nú köllum sakramenti kvöldmáltíða drottins. Drottnin treystir handhöfum Arons prestamessis í dag til að gera þið sama og þau gera til forna og kenna á framkvæmda helgiathöfnir allt til að minna okkur á friðþægingu hans. They receive its blessings just like everyone else by keeping the covenant they make as they individually partake of the bread and the water. Meðal þeirra sem þeir þjónu var Alan hrjúfur, oft guðlaus og stundum fjandsamlegur nágranni. Vanda, eiginkona Alans, var meðlimur kirkjunnar en Alan var, eins og við segjum, einstakur. Samt fóru djáknarnir af stað, hundsuðu móðganir hans með kímni meðan þeir mokuðu snjó og fóru út með rusl. Það getur verið erfitt að hata djákna og svo fóru Alan lærða að elska þá. Á einhverjum tímapunkti buðu þau honum í kirkju. Mér líkar ekki við kirkju, sagði hann. Þér líkar við okkur, segðu þeir. Komdu því með okkur bara á sveitarfundin okkar ef þú vilt það. Með samþykki biskupsins kom hann og hélt áfram að koma. Djáknarnir urðu kennarar og þeir héldu áfram að þjóna honum, kendi heim þeim að gera við bát, gera við bíla og smíða hluti. Þegar kennararnir urðu prestar var Alan farin að kalla þá drengina mína. Þeir voru nú að búa sig undir trúboð og spurðu hvort þeir geti æft trúboðslegsíður með honum. Hann sóra hann myndi aldrei hlusta að trúa, en já, þeir getu æft í húsinu hans. Svo veiktist Alan og hann hafði mildast. Dag einn á sveitarfundi bað hann þá blíðlega að byrja fyrir því að hann hætti að reykja sem þeir og gerðu, en síðan fylgdu þeir honum heim og gerðu tóbakið hans upptækt. Þegar Alan laðist inn á sjúkrahús og meðferðarstofnuð þjónuðu drengirnir hans honum og smituðu hljóðlega prestamiskrafti og fölskarlausir ást. Krafta var ekki helt áfram þegar Alan bað að fá að skýrast, en féll svo frá áður en það gat gerst. Á hans beini voru djáknar hans sem voru orðnir prestar, kistuberar og ræðumenn við útvör hans, þar sem þeir á viðeigandi hátt aðvöruðu, útskýrðu, hvöttu, kenndu og buðu öllu til Krists. Seinna var það einn af drengjums Alan sem í musturinn skýrði hennar fyrir djáknarsveitaforseta sem staðgengill fyrir Alan. Þeir gerðu allt sem Jóhannes skýrari bauð. Þeir gerðu það sem djáknar, kennarar og prestar gera hvarvetni í þessari kirkju allan heim. Eitt af því prestamis höfum Arons er búið að gera hefur það að gera með helgiathöfnssakramentisins. Á síðasta ári kynntist ég innblásnu biskupi og yndislegri eiginkonu hans. Nýverið á laugardagsmorgni þau óku til skírna sonar síns höfðu þau skyndilega mist ástkæra 2 ára dóttur sína Tess. Næsta morgun komu deildarmeðlimir þeirra saman til sakramentisamkomu fulli samúðar og einnig í sorgi við missi þessara fullkomnu litlu stúlku. Enginn átti vona á að fjölskylda biskupsins myndi verið í kirkju þennan morgun, en nokkrum mínútum seinna áður en samkomur hófst gengu þau hljóðlega inn. Biskupinn Biskupi fór að ræðupallinum og gekk fram hjá sínu venlega sæti á milli ráðgjafa sinna og settist þess í stað við sakramentisborðið á milli presta sinna. Á þessari angistafullu og svefnlausu nóttu leitandi að skilningi og friði hafði hann fengið það hugboð að það sem fjölskylda hans þarfnaðist mest og það sem deildin hans þarfnaðist mest væri að heyra biskupinn, deildarforseta Arons prestamessis og syrgjandi föður fara með loforð sakramentis sáttmálans. Were the pallbearers and the speakers at his funeral. They were fittingly are there. Svo þegar sá tími kom, kraup hann því með prestunum og talaði til föður síns. Í harmi þessa tilefnis fór hann með einhver áhrifamestu orð sem nokkurum leyft að fara með uppátt í þessu lífi. Orð sem hafa eilífa þýðingu, orð helgiathafnar, orð sáttmála. Leiðsögn sem tengir okkur við sjálfan tilgangs þessa lífs og stórkostlegan árangur áætlana himnesks föður fyrir okkur. Getið þið ímyndað ykkur hvaða söfnuðurinn heyrði í þessari kapellu í orðuna sem við heyrum á hverju sunnudag í kapellu okkar. Last year I met an inspired bishop and his wonderful wife. On a recent Sunday morning, they were driving to their son's baptism and suffered the tragic and sudden loss of their darling 2-year-old daughter, Tess. The next morning, Sunday morning, their ward members gathered for sacrament meeting, filled with compassion, suffering themselves.
No one expected the bishop's family to be at church that morning. But a couple of minutes before the meeting started, they quietly entered and took their place. The bishop went to the stand and walked past his usual seat between his counselors and sat down instead between his priests at the sacrament table. During that anguished and sleepless night before of searching for understanding and peace, he'd received a strong impression of what his family most needed and what his ward most needed. It was to hear the voice of their bishop, their ward Aaronic priesthood president, their grieving father, pronounce the promises of the sacramental covenant. And so, in due course, he knelt with those priests and spoke to his father. With the pathos of that occasion, he pronounced some of the most powerful words that anyone is ever permitted to say out loud in this lifetime. They're words of eternal consequence, words of ordinance, words of covenant, instruction that connects us to the very purposes of this life and to the most magnificent outcomes of Heavenly Father's plan for us. Can you imagine what the congregation heard in that chapel that day? What they felt in the words that we hear every Sunday in our chapels. O God, the eternal Father, we ask thee in the name of thy Son, Jesus Christ, to bless and sanctify this bread to the souls of all those who partake of it, that they may eat in remembrance of the body of thy Son and witness unto thee, O God, the eternal Father, that they are willing to take upon them the name of thy Son and always remember him and keep his commandments, which he has given them, that they may always have his Spirit to be with them. And then, O God, the eternal Father, we ask thee in the name of thy Son, Jesus Christ, to bless and sanctify this water to the souls of all those who drink of it, that they may do it in remembrance of the blood of thy Son, which was shed for them, that they may witness unto thee, O God, the eternal Father, that they do always remember him, that they may have his Spirit to be with them. This good father and mother testify that that promise has been fulfilled. They do, in fact, to their everlasting comfort, have his Spirit to be with them. I am forever grateful that holders of the Aaronic priesthood, with its powers, ordinances, and duties, do bless all of us through the keys of the very ministering of angels and of the gospel of repentance and of baptism by immersion for the remission of sins. In the name of Jesus Christ, amen. Reveal
We once lived in a home surrounded by majestic trees. Umkringdu tignarlegum trjám. Við innganginn var fallegt víðitré. Eina dapurlega nótt blés öflugur stormur og víðitré féll koll. Það lá á jörðinni með ræturnar upprifnar og sorglegt var að horfa á það. Ég var tilbúinn að kveikja á keðjusauðinni og saga tré niður til að nota í eldivið. Þegar nágranni okkar kom hlaupandi út til að stöðva mig. Hann ávitaði mig fyrir að gefast upp á trénu og hvatti okkur með hluttekningu að losa okkur ekki við það. Síðan benti hann á eina rótina sem var enn í jörðinu og sagði að ef við myndum reisa tréð við, saga því greinarnar, gefa því næringu, myndu ræturnar ná festu aftur á ný. Ég hafði því mínar efasemdir og sá ekki hvernig tréð sem var fallið og í vandræðum gæti mögulega náð sér eftir þetta og lifna við. Ég hugsaði að jafnvel þótt það tæki að vaxa aftur, myndi það ekki lifa af næsta storm. En vitandi að nágranni okkar trúði enn að tréð ætti sér framtíð, fóru við að ráðum hans. Og niðurstaðan? Eftir nokkuð tíma sáum við merki líf þegar tréð tók að festa rætur. Núna, 12 árum síðar, dafnar tréð og fullt af lífi. Með sterkar rætur og eykur enn á ný við fegur landslagsins. Þegar ég hitti trúsystkini víða veröld, ég minntur á víðitréð og hvernig það von þegar allt virðist glatað. Sumir höfðu eitt sinn vitnisburð fagnaðareritið sem voru sterkir og lifandi eins og víðitréð. Síðan, af mismunandi persónulegum ástæðum, veiktust þessi vitnisburðir, sem aftur leiddi til þess að trúin glataðist. Aðrir eru áfastir þunnum rótum í jarðvegi fagnaðareritisins. Samt sem áður fæ ég aftur og aftur innblástur af sögum margra sem hafa kosið að endurheimta lærisveinsdóm sinn og koma aftur í heimasöfnu sinn. Fremur en að kasta trú sinni eins og einskis nýtum eldi við, hafa þau brugðist við leiðsögn andans og kærleiksríku boðum að snúa aftur. Ég tók þátt í stikuráðstöfni í Kóreu, þar sem viðsnúinn meðlimur sagði: Ég þakka bræðrunum fyrir vilja þeirra til að umbera vantrú mína og veikleika, til að liðsinna mér og fyrir meðlimi sem alltaf eru svo góðið um mig. Ég á enn fullt af vinum sem eru lítt virkir. Það fyndið en þeir segja hver öðrum að fara aftur í kirkju til að endurnýja trú sína. Ég held kannski að þeim langi öllum til að trúa. Við bjóðum öllum sem vilja trú að koma tilbaka. Ég lofa að trú ykkar getur orðið styrkari þið enn og ný takið að tilbiðja með trúsyskinum. Fyrrverandi trúboði frá Afríku skrifaði eldri kirkjuleiðtoga biðjandi afsökunar og leitandi fyrirgefningar fyrir að hafa móðgast af kennslu hans menningarhefð sem fékk hann til að yfirgefa kirkjuna. Hann sagði auðmjúklega: Því miður hefur svo staðreynd að ég móðgaðist fyrir 15 árum neytt mig til að greiða einstaklega þungt gjald. Ég glataði svo miklu, meira en ég hefði nokkuð tíman ímyndað mér. Ég skammast mín innilega fyrir skaðan sem kann að hafa valdið á leiðinni. En umfram allt ég ánægður með að hafa ratað tilbaka. Við bjóðum öllum sem vita hverju þeir hafa glatað að koma aftur, svo þið geti enn á ný bragðað af hinum gleðigefandi ávexti fagnaðarerindisins. Systir í Bandaríkjunum yfirgaf kirkjuna í mörg ár. Sagan af endurkomu hennar hefur að geyma áhrifamikla lexíur fyrir foreldra og fjölskyldumeðlimi sem þjást vegna ástvina sem yfirgefa kirkjuna. Hún skrifaði: Ég gæti skrifað niður mígrút ástæðna fyrir því að ég fór frá kirkjunni, fagnaðarerindinu og leið frá fjölskyldu minni. En það skipti engu máli. Ég tók enga eina stóra ákvörðun að yfirgefa kirkjuna. Ég tók líklega 1000 ákvarðanir. En eitt sem ég hef alltaf vitað er að foreldrar mínir tóku eina stóra ákvörðun og þau stóðu við hana.
þau ákváðu að elska mig. Ég gæti ekki mögulega vita hversu mörg tár hafa fallið, hversu margar svefnlausar nætur hafa verið eða hversu mörg hjartfólgin bænarorð hafa verið sögð í mína þágu. Þau höfðu ekki orð á syndum mínum. Þau kölluðu öllu heldur til mín í syndum mínum. Þau létu mig ekki finnast ég vera óvelkomin á heimili þeirra og á fjölskyldusamkomum. Allar slíka tilfinningar voru á mínum eigin völdum. Þess í stað héldu þau áfram að bjóða mig velkomna. Þau hljóta af að segja ljósið mitt dofna með tímanum. En þau vissu að manneskjan sem ég var þá var bara skuggi af því sem ég átti eftir að verða. Rétt eins og leið mín frá kirkjunni var flókin, var leið mín tilbaka það einnig. En það eina sem var ekki erfitt við að koma aftur var svo tilfinning að vera komin aftur heim þar sem ég tilheyrði. Boðskapur minn í dag er sérstaklega til allra sem eitt sinn fundu fyrir andanum, en efast hvort til sé leið tilbaka eða staður fyrir þau í hinni endurreistu kirkju Jesú Krists. Hann er líka fyrir alla þá sem hafa litla festu eða láta freistast til að fara í burtu. Þessi boðskapur er ekki áskorun, hann er ekki fordæming. Hann er boð, sett fram á kærleika og einlægum vilja til að bjóða ykkur aftur velkomin til andlegs heimilis ykkar. Ég hef beðið fyrir því að þið finni vitnisburð heilags anda, en þið nú heyrið þetta kærleiksríka boð og stórkostlega loforð frelsara okkar, Jesú Kristi. Viljið þér nú ekki snúa til mín og iðrast synda yðar og snúast til trúar, svo ég megi gjöra yður heila. Í hverri viku fara margir boði frelsarans með því að endur heimta lærisveinsdóm sinn, snúa aftur til virkra kirkjuþátöku og sækja sljóðlega og auðmjúklega eftir þeirri lækningu sem Jesús lofar. Og andstætt þeirri umfjöllum sem stundum fer á kreik, þá er metfjöldi ungs fólks að velja að vera áfram sterk og vaksa í trú sinni á Jesú Krist. Þegar nokkurum fylgjenda Jesú í kappárunum fannst kenningar hans harneskjulegar og þeir kusu að fara, sneri hann sér apostulum sínum og spurði: Ætti þið að fara líka? Þetta er spurningin sem við, hvert og eitt okkar, verðum að svara á einstökum stundum prófrennar. Svar Símons Péturs er sígilt og endur ómandi. Drottinn, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Hvað getur þið þá lært af sögunni víðitréð? Er þið íhugðið boð frelsarans sem að snúa aftur til hans? 1. Ferðin tilbaka er ekki oft auðveld eða þægileg, en hún er þess virði. Þegar víðitréð hafi verið reist aftur við, var búið að saga á því alla greinarnar, það var ekki fallegt. Okkur getur líka fundist við vera berskjöldu ef við losum okkur gamla lífsvenjur og afklæðum strokanum. Að beina trú ykkar að Jesú Kristi og fagnaðarerindi hans, stofninum og rótunum, mun gefa ykkur von og hugrekki til að taka fyrsta skrefi tilbaka. Það tók mörg ár fyrir víðitréð að ná aftur fyrir styrk og fegur. Nú er það jafnvel sterkara og fallegra en áður. Verið þolinmóð þegar trú og vitnisburður ykkar vaksa líka. Það felur í sér að móðgast ekki við hugsunarlaus orð eins og hvar hefur verið öll þessi ár. 3. Víðitréð hefði aldrei lifað af án stöðugrar ummunnar og næringar. Þeim munu næra trú ykkar og vitnisburð þið neitið af borði sakramentis í hverri viku og tilbyði í húsi Drottins. 4. Rétt eins og víðitréð þurfti sólskin fyrir greinarnar og laufin til að vaksa aftur, svo mun vitnisburður ykkar vaksa þið verðið áfram næm fyrir tilfinningum og vitnisburði andans. Lærið af Amúlek, sem lýsti tíma sínum sem lítt virkum meðlim með því að segja: ég var kallað af mörgum sinnum en ég vildi ekki heyra. 5. Nágrannar minn vissi af hverju víðitréð gæti aftur orðið.
Þannig þekki drottinn guðlega möguleika ykkar og að hverju trú ykkar á vitnisburð geta orðið. Það mun aldrei gefast upp á okkur. Fyrir friðþægingu Jesú Krists hægt að gera allt heilt sem brotið er. Ég ber því vitni að fagnað er á himni yfir þeim sem snúa aftur. Ykkar þörf og þið eruð elskuð. Ég ber vitni að Jesús Kristur er frelsari okkar og hann blessar alla sem snúa aftur til hans með meiri frið og gleði. Armar miskunnar hans eru ekki krosslaðir, heldur opnir og útbreyttir í átt að ykkur. Það er ekki of seint að koma tilbaka. Við bjóðum ykkur velkomin heim. Í nafni Jesú Krists. Amen. When I was 17, Þegar ég var 17 ára, gerði ég samning við minn Josie Louis sem að kenna honum að synda. Svo einn morguninn ákváðum við að gefa okkur tíma til að fara í æfingar. Þegar kennslustundinni lauk og ég var að því að stíga upp úr lauginni, heyrði ég vin minn hrópa á hjálp. Hann var að drukkna í dýpri endra laugarinnar. Ég stökk ofan í vatnið og syndi í átt á honum og bað samtímis fyrir hjálp. Þegar ég greip í hönd hans til að draga hann upp á yfirborðið, klifraði örvæntingarfullur vinur minn upp á bakið á mér og tók mig hálstaki. Nú vorum við báðir að drukkna. Ég reyndi hvað ég gat að komast upp á yfirborðið og bað af öllum mætti kraftaverk frá Guði. Síðan hægt en stöðugt sýndi kraftur Guðs sig. Ég fann hönd ýtti mér áfram í átt að grynnri enda laugarinnar svo við urðum hólpnir. Þessi upplifun staðfesti djúpstæða leksíu Russell Nelson Russell Nelson kendi. Þegar þú teygir því eftir krafti drottins í lífi þínu með sama krafti og drukknandi manneska gerir, þegar hún berst við hann á lofti, þá muni þið öðlast kraft frá Jesú Kristi. Kæri börn og ungmenni, í dag langar mig að tala til ykkar hinna mikilvægu reglu trúar á Jesú Krist. Hvað felst í því að trúa á Krist? Merki það að við trúum á hann eða eigum vitnisburðum að hann sé raunverulegur eða gæti verið byrjun? Það gæti verið byrjun en það er meira en það. Þið hafið þið einhvern tímann hugsað trú eða traust? Hugsið þann einstakling sem þið treystið mest. Hugsanlega fjölskyldumeðlim eða vin. Af hverju treystið þið honum? Það er líklega vegna þess að þið hafið séð stöðuga elsku hans og hjálpsemi. Þegar við trúum á Krist berum við kennsl á blessanir hans og þróum traustsamband við hann. Hvernig getið þið aukið traust ykkar á Krist? Á nýlegri trúarsamkomu ungmenna var ykkur boðið að hugleiða tíma í lífi ykkar þegar þið hlutuð geisla himnes ljós. Reynið þessa æfingu. Byrjið á því að hugleiða Krist og hamingina sem friðþæging hans og fagnaðarerindið færa í lífi ykkar. Skráið einnig andlega auðkennandi minningar, þar sem Guð hefur verið til staðar fyrir ykkur, ástvini ykkar og fólki í ritningunum. Þessir vitnisburðir munu ekki færa ykkur kraft fyrir en andinn ritar þá á hjartaspjöld ykkar. Ígrindið því og skráið allt það sem Guð setti á stað til þessi kraftaverk myndi gerast á nákvæmlega réttum tíma. Notið svo þessa æfingu sem tækifæri til að komast nær Guði. Biðjið til himnes föður eins og það var í fyrsta skipti. Sjáuð elsku ykkur og þakklæti fyrir blessanir hans. Spyrjið hann jafnvel hvað honum finnst ykkur og þá stefnu sem líf ykkur er á. Ef þið eru einlæg og auðmjúk munið þið heyra svar hans og hefja persónulegt og varanlegt samband við himneskan föður og Jesú Krist. Og ekki nóg með það. Heldur munu trúarvenjur ykkar verða þýðingamiklar.
Þið munu til að mynda hlakka til bæna ykkar, einkanáms og mysteristilbeiðslu sem tækifæris til að kynna þeim og vera með þeim. Takið eftir að trúin vex þegar við treystum Jesú Kristi og blómgast þegar við erum trúfast og trygg honum. Ef þið viljið eiga raunverulegt samband við Krist, sýnið honum það þá með því að gera sáttmála og heiðra þá af trúfesti og hollustu. Að gera sáttmála við Jesú Krist eflir von, að heiðra þá eflir trú. Ég ætla að nota persónulegt dæmi. Þegar ég var barn kom ég einn daginn að móður minni grátandi. Þegar ég spurði hana á staðinni, sagði hún ljúflega, ég þarf á því að halda að þú verður góður strákur. Þótt ég vissi að ég væri ekki orsök þjáningar hennar, elskaði ég móður mína og bar meira traust til hennar en okkurs annars og vildi létta henni lífið. Ég lofaði henni því með tár í augum og af öllum þeim hátileika sem 9 ára barn fær haft, að ég myndi alltaf keppa að því að vera góður sonur og gera hana stolta. Getið þið ímyndað ykkur kraftin sem þetta loforð hafði og hefur enn á mig. Þetta loforð sem ég gaf henni var áhrifavaldur lífsmins. Áður en ég tók ákvarðanir hugleiti ég hvort breytni mín myndi þóknast henni. Skuldbinding þessa loforðs og sambandi við móður mína var akkeri í breytni minni alla mína ævi. Árum síðar sagði ég, þegar ég kynntist Jesú Kristi betur, þá vissi ég hvernig grundvalla ætti trú mín á honum. Ég gerði sáttmála við Drottinn og þegar ég hefði leitast við að heiðra þá, hefur hann fyrirgefið mér syndi mínar, haft áhrif og líf mitt og fyllt mig elsku sinni. Já, hvern minn sálar kima. Og Kristur hefur innrætt mér djúpa elsku, virðingu og hollustu til sín. Skiljið þið af hverju trú byggist á verkum og að án trúar er ógerlegt að þóknast við því. Þegar þið reynið að gera það sem honum þóknast, myndið þið segja það sama á Jósef í Egyptalandi þegar eiginkona Pótifars freistaði hans. Hvernig fæ ég þá tryggt þessa miklu ilsku og synga gegn Guði? Og þegar þið standið frammi fyrir mótlæti, munið þið segja líkt og spámaðurinn ungi Jósef. Ég vissi það og ég vissi að Guð vissi það og ég gat ekki neita því. Ég vissi að með því myndi ég misbjóða Guði. Þannig að trú á Jesú Krist er skuldbinding trausts, grundvöllur, hollusta og kærleika. Með öðrum orðum, í þakklæti fyrir miskunnsama elsku Guðs, sýnum við trygga elsku okkar með því að halda boðar hans. Kristur lofar, sá sem hefur boðar mín og heldur þau er sá sem elskar mig. Þann mun Faðirinn minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Ef þið heitið hollustu við hann, mun hann staðfesta ykkur elsku sína. Hvernig ættu þið þá að bregðast við þeim óhagstöðu aðstæðum sem krefjast kraftaverka hans? Þótt áskorunir séu óumflýjanlegar og stundum ókverkendi, gangi þá bara óttalaust í átt til hans, eins og TSU þemað hvetur til. Beinið öllum hugsunum eða til mín, efist ekki, óttist ekki. Hvernig getið þið gengið óttalaust í átt til hans? Ímyndið ykkur að þið séu landkönnuður á ókunnu svæði. Þið þurfið ljósgjafa til að yfirstíga hindranirnar framundan. Trúfesti ykkar við Guð og stöðu samskipti við hann eru eldsneyti fyrir lyktina ykkar. Þegar þið lendið í drungalegum og hættulegum aðstæðum munið þið kveikja á lyktinni ykkar. Piltri trúarolíu á Krist til að greina vonartýru á ótryggum vegi í stað þess að ganga í blindni í átt að þeim. Fyrri upplifanir munu auka von ykkar að Drottinn muni styðja ykkur á ferðalagi ykkar.
Hversu langt munið þið ganga í vonu ykkar og trú á Krist? Munið þið eftir sögunni minni í sundlauginni? Á örvæntingarstundu kom kraftaverkið eins og ég hafði vænst, en Guð tryggir ekki að það verði alltaf samkvæmt vilja okkar. Trú okkar verður að hafa Krist að þungamiðju og von okkar beinast að blessunum hans. Kjósi hann að senda þær. Væntum kraftaverka, en látum Guð ríkja í lífi okkar. Kæru ungu vinir mínir, hve heitt við elskum ykkur og treystum. Þið tilheyrið fjölskyldu Guðs og eruð börn sáttmálans. Trúið á og setjið traust ykkar á Jesú Krist. Hann mun gera ykkur mögulegt að verða sannir lærisveinar hans. Ég býð ykkur að byrja í dag á því að leggja rækt við samband ykkar við Jesú Krist. Einsetjið ykkur að yfirgefa hann aldrei. Tryggðu ykkar elska og traust á Kristi mun móta persónuleika ykkar og sjálfsmynd að hans. Þið munið hljóta fullvissu og styrk til að sigrast á árásum Satans. Þegar þið gerið svo mistök, munið þið þrá fyrirgefningu hans og að lokum verður framtíðarvön ykkar björt. Hann treystir ykkur fyrir mætti sínum til að áorka öllu því sem hann væntir af ykkur. Jafnvel kraftinum til að snúa aftur í návist hans. Ég ber ykkur vitni gleðina sem hlýst af því að syngja söng hinar endurleysandi elsku og að vera eilíflega umvafin elskandi örmum hans í hans helga nafni, Jesú Krist. Amen. As directed by Brother Anderson, frá bróður Anderson mun sofnuðurinn taka undir með kórnum í söngnum, heyrið og nemið himnana óð. Öndugur Deil, Enlund í 12 postulasveitinni mun síðan tala til okkar. Að honum loknum hlýðum við að öldung hans tjebum af hinnum 70. This is the Saturday afternoon session. Þetta útsending síðdegishluta laugardags 195. fyrri aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hina síðari daga heilugu.
My dear brothers and sisters, Kæru bræður og systur, síðastliðinn október kenndi Russell M. Nelson forseti: Nú tíminn fyrir ykkur og fyrir mig að búa okkur undir síðari komu Drottins okkar og frelsara Jesú Krists. Þegar Nelson forseti talar síðari komuna það alltaf af gleðilegri bjartsýni. Hins vegar sagði stúlka í barnafélaginu mér nýlega að hún yrði ætíð kvíðin þegar minnst á síðari komuna. Hún sagði: Ég hrædd, því slæmir hlutir munu gerast áður en Jesús kemur aftur. Það ekki bara börnunum sem gæti liðið þannig. Besta ráðið fyrir stúlkuna, fyrir þig og fyrir mig að fylgja kenningum frelsarans. Leiðsögn hans hvorki leyndardómsfull né flókin. Þegar við fylgjum henni, þurfum við ekki að óttast eða vera áhyggjufull. Þegar dró að lokum jarðneskrar þjónustu Jesú Krist var hann spurður hvenær hann myndi koma að nýju. Þessu svaraði hann með því að kenna 3 dæmisögur sem skráðar í Mattíus 25 hvernig á að búa sig undir að mæta honum. Hvort heldur við síðari komuna eða þegar við yfirgefum þennan heim. Þessar kenningar eru mikilvægar því að persónulegur undirbúningur til að mæta honum kjarninn í tilgangi lífsins. Frelsarinn sagði fyrst dæmisöguna meyjarna 10. Í þessari dæmisögu voru 10 meyjar í brúðkaup. 5 sýndu visku og komu með olíu á lampa sína, en 5 sýndu fávisku og gerðu það ekki. Þegar tilkynnt var yfirvofandi komu brúðgumans, fóru fávísu meyjarnar til að kaupa olíu. Þegar þær komu aftur var það seinan. Dyrunum af veislunni hafði verið lokað. Jesús benti á 3 þætti í dæmisögunni okkur til hjálpar. Hann útskýrði: Og á þeim degi sem ég kem í dýrminni mun dæmisagan uppfyllast ég sagði meyjarnar 10. Því að þeir sem vitur eru og hafa tekið á móti sannleikanum og haft hinn heilaga anda með sér til leiðsagnar og ekki látið blekkjast, sannlega segi yður, þeir munu ekki upp hognir og þeim eigi á eld kastað. Heldur munu þeir standast daginn. Með öðrum orðum þá þurfur ekki að óttast eða áhyggjur því að þau myndu dafna. Þau myndu sigra. Ef við erum vitur, meðtökum við sannleikann með því að meðtaka fagnaðarerindi Jesú Krist gegnum helgiathafnir og sáttmála prestdæmisins. Næst reynum við að vera verð þess að hafa heilagan anda ætíð með okkur. Þennan möguleika verðum maður að öðlast persónulega, dropa fyrir dropa. Staðfastar, persónulegar trúarathafnir, bjóða heilugum anda að leiða okkur. Þriðja atriði sem Jesús benti á að forðast blekkingar. Frelsarinn aðvaraði: Varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: Ég Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Frelsarinn vissi að sýndarmenni myndu reyna að blekkja hina útvöldu og að margir lærisveinar yrðu blekktir. Við ættum hvorki að trúa þeim sem ranglega eigna sér guðlegt helgimál, né fara í óeiginlegar eyðimerkur eða í leyniklefa til að láta kenna okkur með eftirlíkingum. Mormónarbók kennir okkur hvernig við getum greint blekkingamenn frá lærisveinum. Lærisveinar stuðla alltaf að trú á Guð, þjóna honum og gera gott. Við látum ekki blekkjast þegar við leitum ráða hjá áreiðanlegum einstaklingum sem sjálfir eru trúfastir lærisveina frelsarans. Við getum einnig forðast blekkingar með því að tilbiðja reglubundið í mustarinu. Það hjálpar okkur að viðhalda eilífri yfirsýn og verndar okkur gegn áhrifum sem getur truflað eða beint athygli okkar frá sáttmálsveginum. Mikilvægur lærdómur þessara dæmisögu meyjarna 10 sá að við erum vitur þegar við meðtökum fagnaðarerindið. Reynum að hafa heilagan anda með okkur og forðumst blekkingar. 5 vitru meyjarnar gátu ekki hjálpa þeim sem voru án olíu.
Enginn getur tekið á móti fagnaðarerindinu, haft heilagan anda sér til leiðsagnar og forðast blekkingar fyrir okkar hönd. Við verðum að gera þetta fyrir okkur sjálf. Frelsari sagði síðan dæmisögur talendurnar. Í þessari dæmisögu gefur maður nokkuð 3 þjónum mismunandi peningaupphæðir sem nefndar eru talendur. Einu þjóni fékk hann 5 talendur, öðrum 2 og hinum 3. 1. Með tímanum tvöfölduðu fyrstu 2 þjónarnir það sem þeir höfðu fengið. 3. þjónninn einfaldlega gróf sína 1 talentu. Við báða þjónana sem höfðu tvöfalda talentu sínar, sagði maðurinn: Gott þú, góði og trúi þjónn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð Herra þíns. Maðurinn athyrti síðan þjóninn sem hafði grafið talentuna sína fyrir að vera illan og latan. Talenta þessa þjóns var frá honum tekin og honum var vísað í burtu. Samt, ef þessi þjónn hefði tvöfalda talentu sína, hefði hann hlotið sama hrós og laun og hinir þjónarnir. Einn boðskapur þessara dæmisögu er að Guð ætlast til þess að við eflum þá hæfileika sem okkur hafa verið gefnir. En hann vill ekki að við berum hæfileika okkar saman við hæfileika annara. Íhugið þessa innsýn frá 18. aldar hassidíska fræðimanninum Susaia frá Anipól. Susaia var þekktur kennari sem tók að óttast hann nálgaðist dauðann. Lærisveinar hans spurðu: Meistari, hví skelfur þú? Þú hefur lifað góðu lífi. Vissulega mun Guð veita þér mikið laun. Susaia sagði: Ef Guð segir við mig: Susaia, hvers vegna varst þú ekki annar Móse? Ég mun segja: vegna þess að þú gafst mér ekki þá mikið fenglegu sál sem þú gafst Móse. Ef ég stæði frammi fyrir Guð og hann segi: Susaia, hvers vegna varst þú ekki annar Salomon? Myndi ég segja: af því að þú gafst mér ekki speki Salomons. En hvað segði ég? Ég stæði frammi fyrir skapara mínum og hann segði: Susaia, hvers vegna varst þú ekki Susaia? Hvers vegna varst þú ekki sá maður sem ég gaf þér getu til að verða? Já, þess vegna skelf ég. Guð mun vissulega verða fyrir vonbrigðum ef við treystum ekki á verðleika, miskunn og náð frelsarans til að eflega þá guðlegu hæfileika sem við höfum hlotið. Hann væntir þess af okkur í kærleiksríku liðsinni sínu að við verðum besta mögulega útgáfa okkar sjálfra. Að við hefjumst handa með mismunandi hæfileika skiptir hann ekki máli. Þannig ætti það að vera með okkur. Að lokum sagði frelsarinn dæmisöguna sauðina og hafrana. Þegar hann snýr aftur í dýr sinni, munu allar þjóðir safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum, eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar, en höfrunum til vinstri. Þeir sem voru honum á hægri hönd urðu erfingjar að ríki hans, þeir sem voru honum á vinstri hönd hlutu engan arf. Hinn aðgreinandi eiginleiki var hvort þeir hefðu gefið honum að borða þegar hann var svangur, gefið honum að drekka þegar hann var þyrstur, hýst hann þegar hann var ókunnugur, klætt hann þegar hann var klæðalaus og heimsótt hann þegar hann var sjúkur eða fangelsaður. Allir urðu ráðvilltir, bæði þeir sem voru til hægri handar og þeir sem voru til vinstri handar. Þeir spurðu hvenær þeir hefðu eða hefðu ekki gefið honum mat, drykk, klæði eða hjálpa honum þegar hann var bjarskjaldaður. Frelsarinn svaraði og sagði: Sannlega segi ég yður, að allt sem þér gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið þér gjört mér. Boðskapur dæmisögunnar skýr. Ef við þjónum öðrum, þjónum við Guði. Ef við gerum það ekki, völdum við vonbrigðum.
Hann væntir þess að við notum gjafir okkar, hæfileika og getu til að blessa líf barna himnesks föðurs. Hinn guðlega hvöt til að þjóna öðrum útskýrð í ljóði sem finnska skáldið Jóhann Ludvig Runeberg orti á 19. öld. Ég og systkini mín heyrðum ljóðið. Pavo bóndi ítrekkað alla okkar æsku. Í kvæðinu var Pavo fátækur bóndi sem bjó ásamt eiginkonu sinni og börnum vatnahéruðin í Mið-Finnlandi. Nokkur ár í röð eyðilagðist megnið af uppskeru hans, hvort sem það var vegna fráreinslins eða vegna bránandi snjóar að vori, hagléls eða snembúins haustfrosts. Hversin sem í lélega uppskera varð, harmaði eiginkona bóndas. Pavo, þú ólánsami gamli maður, Guð hefur yfirgefið okkur. Pavo sagði aftur á móti, blandaðu börnum saman við rúmjölið til að búa til brauð, svo að börnin verði ekki svöng. Ég vinn harðar að því að þurrka mýrarnar. Guð að prófa okkur, en hann mun sjá fyrir okkur. Í hvert skipti sem uppskerin eyðilagðist, bauð Pavo eiginkonu sinni að tvöfalda magni af börnum sem hún blandaði í hveitið til að bæja hungrinu frá. Hann vann einnig meira við að grafa skurði til að þurrka jarðveginn og gera akrana sína síður berskjaldaða fyrir frárenslega vori og snembúnu haustfrosti. Til margra ára erfiðleika uppskvar Pavo loks ríkulega uppskeru. Eiginkona hans fagnaði. Pavo, þetta eru hamingjutímar. Það komið tími til að henda börnum og baka brauð sem aðeins búið til með rúmjöli. Pavo tók hátíðlega í hönd eiginkonu sinnar og sagði, blandaðu helmingnum af mjölinu saman við börkin. Það voru kalið á ökrum nágranna okkar. Pavo fórnaði gnaði sinni og fjölskyldu sinnar til að hjálpa niðurbrotnum og bjargalusum nágranna sínum. Það sem læra má á dæmisögu frelsarans sauðina og hafrana okkur ber nota gjafirnar sem okkur hafa verið gefnar, tíma, hæfileika og blessanir, til að þjóna börnum himnesks föður, einkum þeim berskjölduðu og mest þurfandi. Boð mitt til hins áhyggjufulla barns í barnafélaginu sem ég nefndi áðan og til hvers ykkar að fylgja Jesú Kristi og treysta heilugum anda eins og þið mynduð elska vin. Reiðið ykkur á þá sem elska ykkur og elska frelstana. Leitið leiðsagna Guðs til að þróa með ykkur sérstöku hæfileika og hjálpa öðrum, jafnvel það þegar það ekki auðvelt. Þið verið undir það búin að mæta frelsarunum, getið tekið undir með Nelson forseta í því að vera glaðlega bjartsýn. Með því að gera það, hjálpið því við að búa heiminn undir síðari komu Jesú Krists. Munið þið blessuð með næri von til að ganga inn til hvíldar drottins nú og í framtíðinni. Líkt og við syngjum í einum af 9 sálmónum okkar. Lofið Guð, fylgið drottni, fótsporin hans fetið í. Faðirinn þann dag einn veit hann kemur á ný, en ritningin þó staðfestir, víst verður það sælu stund. Stígur frelsarinn á jarðargrund í nafni Jesú Krists. Amen. While I was visiting the Nashville, Þegar ég heimsótti Nashville musteri í Tennessee til musteriskoðunar, naut ég þeirra forréttinda að skoða þetta fallega hús drottins vandlega sem hluta af þessu verkefni. Ég var einkar hrifinn af málverkinu af Mary Vanlas sem heitir Haltu áfram og hékk á vegg á skrifstofu ráðskoðun musterisins. Þetta sagan að baki málverksins. Í Missouri árið 1862 lofaði hinn 14 ára Mary Vanlas deyjandi stjúpmóður sinni að hún myndi sjá til þess að fatlaður faðir hennar og 4 mun yngri systkini hennar myndi öll komast í hinn mikla saltastað. Mary ók uxunum og mjólkurkúnum sem drógu vagnin sem faðir hennar var rúmförstur í og annaðist systkini sín.
Eftir ferð hvers dags sá hún fjölskyldunni fyrir fæðu með ætum, plöntum, blómum og berjum. Eini áttaviti hennar var leiðsögnin sem hún hafði fengið að halda ferð sinni á vestur þar til skýin yrðu að fjöllum. Þau komu til Utah dalsins í september, eftir að hafa ferðast allt vorið og sumarið. Faðir hennar lést ekki löngu eftir að fjölskyldan settist að í Utah sýslu þar sem Mary giftist síðar og ól upp eigin fjölskyldu. Þetta dásamleg saga trú og styrk 14 ára stúlku sem getur hjálpað okkur í dag að halda bara áfram. Haltu bara áfram eða frjálslega þýtt á móðurmálinu mínu, Gevon Dorgan var líka ævilangt slagorð mömmu og pappa. Foreldrar mínir og tengdaforeldrar eru brautryðjendur í fjölskyldu okkar. Þau hafa farið yfir sínar eigin sléttur eins og allir þeir sem koma í kirkjuna. Hjörð drottins, dag hvert. Sögur þeirra hafa lítið að gera með uxa og vagna en hafa sömu áhrif á komandi kynslóðir. Þau tóku á móti fagnaðarerindinu og voru skýrð á sínum yngri fullorðins árum. Báðir foreldrar mínir áttu erfiða æsku. Faðir minn ólst upp á eyjunni Jövu í Indónesíu. Í síðari heimsstyrjöldinni var hann aðskilinn með valdi frá fjölskyldu sinni og settur í fangabúðir þar sem hann þoldi ólýsanlegt harðræði á unga aldri. Móðir mín ólst upp á brotnu heimili og þjáðist einnig af hungri og þrengingum síðari heimsstyrjaldarinnar. Stundum þurfti hún jafnvel að grípa til þess ráðs að borða túlípanalauka vegna gjörða föður hennar og síðar skilnaðar hans móður hennar. Reyndist henni stundum erfitt að sjá himneskan föðurs sem ástríkan föður. Foreldrar mínu hittust á kirkjuviðborði, ákváðu skömmu síðar að giftast og innsiglast í musturinn í Bern í Sviss. Þar sem þeir biðu á lestastöðinu höfðu eitt öllu spari fyrir sín í musturisferðina, veltu þeir fyrir sig hvernig þeir myndu á endur saman, en voru fullvissir að allt myndi ganga vel upp og svo varður raunin. Þau höfðu uppeldi barna sinna í mjög ábrotnaði þakíbúð í hjarta Amsterdam. Eftir að þau í fötin sín í höndunum í nokkur ár, höfðu þau loks safnað nægilegu fé til að kaupa upp þvottavél. Rétt áður en þau gátu fest kaupin heimsótti biskupinn þau og baðu framlag til byggingar samkomuhús í Amsterdam. Þau ákváðu að gefa allt sem þau höfðu safnað fyrir þvottavélinni og héldu áfram að þvo þvottin í höndunum. Sem fjölskylda tókust við á erfiðleika eins og allar aðrar fjölskyldur. Þetta verður aðeins styrkt okkur og dýpka trú okkar á drottni Jesú Krist, rétt eins og þegar Alma deildi sögu sinni með syni sínu heilamann. Þar sem hann sagði honum að hann hefði notið stuðnings í allskyns raunum og allskyns erfiðleikum vegna þess að hann hefði sett traust sitt á drottni Jesú Krist. Hvernig gátu tveir einstaklingar sem upplifðu svo miklu erfiðleika á sínum yngri árum orðið bestu foreldrar sem ég geti óskað mér? Svarið er einfalt. Þau tóku fyllilega á móti fagnaðarerindinu og lifa eftir sáttmálum sínum allt fram á hennan dag. Eftir meira en 65 ára hjónaband lést móðir mín sem þjáðist af Alzheimer sjúkdómi í febrúar. Faðir minn sem var 92 ára og bjó enn heima heimsótti hana eins oft og gat þar til hún lést. Fyrir nokkru nefndi hann við yngri systkini mín og hinn hræðilega upplifun hans í flóttamannabúðunum í Indónesíu í síðari heimsstyrjöldinni hefði búið hann undir að annast eiginkonu sína þolinmæði í mörg ár en hún veiktist og henni rakaði vegna þessa hræðilega sjúkdóms. Og líka þann örlagaríka dag hann varð að fela öðrum umönnum hennar því hann gat ekki lengur verið við hlið hennar. Kjörorð þeirra hafa verið og eru enn. Haltu bara áfram. Í fullkominni von á Krist að vera reist upp á efstadegi til að dveljast með honum eilífri dýrð. Trú þeirra og vitnisburður eru drifkraftur þeirra kynslóða sem á eftir þeim koma. Í þorpinu þar sem eiginkona mín ólst upp, tóku foreldrar hennar sem voru gott kirkjurækið fólk á móti hinnu endurreista fagnaðarerindi þegar þau voru ung hjón með eiginkonu mína sem var 2 ára og enga barn á þeim tíma. Ákvarðun þeirra að gerast meðlimir í kirkju
í kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilögu hafði mikil áhrif á líf þeirra þar sem þeir voru sniðgengin af þorpsbúum og fjölskyldum sínum. Það tók mörg kærleiksrík skilaboð til fjölskyldumeðlima og þjónustu við samfélagið áður en þau voru loks meðtekin. Eitt sinn þegar faðir eiginkonu minnar þjónaði sem biskup var hann ranglega ásakaður eitthvað og var umsvifalaust leystur af. Tengdamóðir mín var svo særð yfir þessu að hún spurði eiginmann sinn hvort þau ættu að halda áfram að fara í kirkju. Hann svaraði því til að þau myndu að sjálfsögðu halda áfram að fara í kirkju þar sem þetta var ekki kirkja manna heldur kirkja Jesú Krists. Það leið nokkur tími þar til sannleikurinn kom í ljós og afsökunarbeiðni var lögð fram. Það sem hefði getað fyllt mælinn hjá þeim jók bara á styrk þeirra og sannfæringu. Hvers vegna það svo að sum okkar taka trú og vitnisburði foreldra okkar sem hafa verið trúföst gegnum alla erfiðleika sína sem við sem sjálfgefnum? Teljum við að þau hafi ekki fullan skilning á hlutunum. Þau létu ekki blekkjast og láti ekki blekkjast. Þau hafa einfaldlega átt svo margar upplifanir með andanum og geta sagt með spámanninum Jósef, ég vissi það og gat ekki neita því. Finnst ykkur söngurinn herflokk Helamanns ekki dásamlegu í barnasöngbókinni sem Nefi forðum fættumst við af foreldrum sem elska Guð og fengum skýran skilning þann og sperað breyta sem býður hann. Jafnvel það sem móðir mín upplifði sem barn eigi ekki við ykkur, gætu þið orðið góðir foreldrar sem elska Guð og verið öðrum réttlátt fordæmi. Finnst okkur þetta vera algjörlega satt þegar við syngjum sönginn? Finnst ykkur það vera eins og herflokkur Helamanns og að þið munu vera boðberar drottins og boða sannleikann? Ég hef upplifað það svo oft þegar ég hef sungið þennan söng við ýmsar aðstæður á TSU og öðrum ungmennasamkomum. Eða hvernig líður okkur þegar við syngjum sálminn Sannir í trúnni? Mun Síons æsku bresta sannleikann að verja? Er óvinurinn að sækir, munum við þá hopa eða flýja? Nei, verið trú þeirri kenningu sem foreldrar fengu. Þið sem tilheyrir hinni upprennandi kynslóð, hvar sem þið eru og hverjar sem aðstæður ykkar kunnu að vera, lærið og meðtaki styrk af trú og vitnisburði þeirra sem á undan ykkur komu. Það mun hjálpa ykkur að skilja að nauðsynlegt er að færa fórnir til þess að öðlast eða þróa vitnisburð. Og fórnin er leiðin til himins hæða. Þegar þið hugsaðu fórn sem sannlega mun blessa lífi ykkar, hugliði þá og byggjist fyrir varðandi boð okkar ástkæra spámanns, Nelson forseta, þegar hann bauð sérhverjum verðugum, hæfum, ungum manni að búa sig undir og þjóna í trúboði. Fyrir síðari daga heilaga pilta trúboðsþjónusta presta misskilda. Fyrir ungar og dugandi systur trúboð einnig áhrifaríkt en valfrjálst tækifæri. Þið gæti verið kölluð sem þjónustu eða kennslutrúboðar. Hvort tveggja þessara trúboða stuðla að sama markmiði að leiða sálir til Krists, hvort á sinn einstaka og áhrifamikla hátt. Í hvorri þessari þjónustu munu þið sýna drottni að þið elskið hann og viljið þekkja hann betur. Hafið hugfast, því að hvernig á maður að þekkja húsbónda sem hann hefur ekki þjónað, sem honum ókunnugur og hugsunum hans og hjartans ásetningi fjarlægur. Við öll, hvort sem við erum fyrsta kynslóð í fagnaðarönnundinu eða 5. kynslóð, ættum að spyrja okkur sjálf hvaða trúarsögum, styrk og himneskri skuldbindingu við munum miðla áfram til næstu kynslóða. Höldum öll áfram í þeirri viðleitni okkar að þekkja frelsara okkar, Jesú Krist, betur og hafa hann sem þunga miðju lífs okkar. Hann bjargi sem við verðum að byggja á svo við getum staðið stöðug þegar tímar verða erfiðir. Verið trú þeirri kenningu sem foreldrar okkar fengu, fórnarlömb píslana í dauðan út gengu. Við boð Guðs blíð, trú alla tíð, trúföst í hjarta ár og síð. Í nafni Jesú Krists. Amen.
We are most grateful to all who Við have erum spoken. innilega þakklátt fyrir alla þá sem hafa talið til okkar og fyrir hérna dásalegu tónlist ungmennakórsins. Við minnum ykkur á kvöldleita laugardags sem verður í ráðstefnuhöllinni nú í kvöld klukkan 18 að sumatíma. Kórinn mun nú syngja Oh the deep, deep love of Jesus. Lokar ræðumaður okkar á þessum hluta er öldungur Dieter F. Uchtdorf í 12 pósturasveitinni. Þegar öldungur Uchtdorf hefur lokið máli sínu, syngur kórinn Sannir í trúnni. Systir Jóð Annette Dennis sem fyrsti ráðgjafi í aðal forsætisráði Líknarfélagsins flytur síðan lokabæn. Jesus, the Son
Thank you, you beautiful choir of the rising generation. Fallega kór af ungum fólki. Fyrir mörgum árum vorum við Harriet á ferðum söðu Þýskaland. Þetta var rétt fyrir páska og við buðum góðri vinkonu sem ekki var meðlum í kirkjunar að koma með okkur á tilbeiðslu samkomu á sunnudegi. Okkur þótti vænt þessa kæri vinkonu sem það var eðlilegt og blátt áfram að deila með henni tilfinningum okkar til frelsarans og kirkju hans og bjóða henni að koma og sjá. Hún þáði boðið og kom með okkur á samkomur í nálægri grein. Ef þið hafið einhvern tímann komið með vin í kirkju í fyrsta skipti, getið líklega tengt við það hvernig mér leið þennan sundagsmorgun. Ég vildi að allt myndi heppnast fullkomlega. Vinkona okkar var hámynduð og andlega sinnuð manneskja. Ég vonaði einlæglega að samkomur þessarar greinar myndi virka jákvæða á hana og vera vel lýsandi fyrir kirkjuna. Greinin safnaði saman í nokkrum leiguherbergjum á annarri hæð matvöruverslunar. Til að komast þangað þurftum að fara upp stigann aftast í byggingunni og ganga í gegnum mikinn ilm frá vörunum sem þar voru geymdar. Þegar sakrandi samkomun hófst, hugsaði ég vinkonu mína sem upplifði þetta í fyrsta sinn og ég komst ekki hjá því að taka eftir hlutum sem fengu til að kveikja mér örlítið. Söngurinn hljóma til dæmis ekki beinlímis eins og laufskólakórinn eða eins og kórinn sem var að syngja núna. Það heyrðast í eyralausum hávæðasömu börnum á meðan sakramdinu stóð. Ræðumenn gerðu sitt besta en þeir voru ekki færir í ræðumennsku. Ég þraukaði samkomuna með herkjum og vonaðist til að sundaskólinn yrði kannski betri. Hann var það ekki. Allan morguninn hafði ég áhyggjur af því hvað vinkona okkar hlyti að finnast þessa kirkju sem við höfum farið með hana í. Eftir kirkju við ókum heim, sneri ég mér við til að ræða vinkonu okkar. Ég vildi útskýra að þetta var aðeins ein lítil grein sem í raun stæði ekki fyrir kirkjuna í heild. En áður en ég kom upp orðið, tók hún til máls. Þetta var fallegt, sagði hún. Ég var orðlaus. Hún hélt áfram. Ég svo hrifin af því hvernig fólk kemur fram við hvert annað í kirkjunni þinni. Þau virðast öll eiga ólíkan bakgrunn, en samt ljóst að þau elska hvert annað einlæglega. Svona ímynda ég mér að Kristus hafi viljað að kirkja hans yrði. Ég iðraðist í snatri af mínu gagnrýna hugafari. Mig hafði langað til að hrífa vinkonum mína með fullkomnum samkomum. En það sem meðlimir greinarinnar hafði áorkað var fullkomin hjartansandi kærleika, góðvildar þolinmæði og samúðar. Bræður og systur, kæru vinir. Ég elska kirkju Jesú Krists hina síðari daga heilugu. Hún hinn sanna og lifandi kirkja frelsarans. Hún kennir hina endurreistu fyllingu fagnarættis Jesú Krists. Prestdæmiskraft hans og vald hér að finna. Jesús Kristur leiðir þessa kirkju persónulega. Gegnum þjóna sem hann hefur kallað og veitt umboð. Og gegnum lifandi spámann, eins Russell Nelson. Hann hefur falið síðari dag heilugum það einstaka verkefni að safna saman börnum Guðs búa heiminn undir síðari komu frelsarans. Ég ber vitni að allt þetta sannleikur. Mikilvægt þó að muna að þegar flest fólk upplifir kirkju Jesú Krists í fyrsta sinn, það ekki að hugsa valdsumboð prestdæmisins eða helgiathafnir eða samansöfnun Ísraels. Það sem það líklega til að taka eftir umfram allt annað hvernig því líður þegar það með okkur og hvernig við komum fram við hvert annað. Elskið hvert annað, sagði Jesús. Á því munur allir þekkja
að þér eruð mínir lærisveinar. Mjög oft kemur fyrsti vitnisburður einstaklings Jesú Krist þegar hann eða hún finnur elskuna með lærisveina Jesú Krists. Frelsarinn lýsti yfir að hann hefði endurreist kirkju sína á þann hátt að trú megi eflast á jörðu. Þess vegna, þegar fólk heimsækir kirkjusamkomur okkar, vill frelsarinn að það snúi aftur með sterkar trú á sig. Elskan sem vinir okkar finna meðal okkar mun lyfta þeim nær Jesú Kristi. Það okkar einfalda markmið í hvert sinn sem við söfnumst saman og hittumst. Hver sem sækist eftir meiri trú í Krist eða nánara sambandi við himneskan föður ætti finna sig heimkomin í kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilögu. Að bjóða þeim á samkomur okkar getur verið jafn einfalt og blátt áfram og að bjóða þeim inn á heimil okkar. Nú, ég skil að ég að lýsa hugsjón og í þessu jarðneska líf fáum við sjaldnast að upplifa hugsjónina og þar til hinn fullkomna dag mun alltaf vera gjá á milli hugsjónar og raunveruleika. Svo hvað ættum við þá að gera þegar dagurinn í kirkjunni virðist ekki fullkomin? Þegar, út af einhverju, deildin okkar hefur enn ekki ræktað fullkomna trú eða elsku. Eða þegar okkur finnst við ekki falla í hópinn. Eitt sem við ættum ekki að gera að gefast upp á hugsjóninni. Á titelsíðu Mormonsbókar þessi mikilvæg viðvörun. En séu gallar hér á, segir þar, þá eru þeir mistök manna, dæmi því ekki það sem Guðs er. Getur bók eða kirkja eða einstaklingur haft galla og mistök og samt verið verk Guðs? Mitt svar afgerandi já. Þrátt fyrir að við höldum okkur við háastalla Drottins, þá skulum við líka vera þolinmóð hvert við annað. Hvert okkar verk í vinnslu og við treystum öll á frelsarann til að geta tekið framförum. Það á við okkur sem einstaklinga og það á við ríki Guðs á jörðu. Drottinn býður okkur ekki aðeins að ganga til liðs við ríki hans, heldur líka að byggja það upp af kappi. Guð sér fyrir sér fólk sem eitt í huga og hjarta og til að vera eitt í hjarta verðum við að vera hjartarrein sem krefst gjörbreytingar hjartans. En það þýðir ekki að ég breyti hjarta mínu til að laga mig að ykkur. Það þýðir heldur ekki að þið breytir hjörtum ykkar til að laga ykkur að mér. Það merkir að við breytum hjörtum okkar til að laga okkur að frelsarnum. Ef við erum ekki komið svo langt, munum þá að með liðsinni Drottins ekkert ómögulegt. En ef ykkur líður einhvern tíma eins og þið falla ekki alveg í hópinn, vitið þá að þið eru ekki ein það. Við ekki öll verið í þeim aðstæðum að okkur fannst sem við værum ókunnug. Ég hef upplifað þetta oftar en einu sinni. Þegar ég var 11 ára, neyddist fjölskylda mín til að yfirgefa heimili okkar og flytja á ókunnugt svæði. Allt var ólíkt því sem ég var vanur. Og hreimurinn minn gerði hinum börnunum ljóst að ég væri öðruvísi en það sem þau voru vön. Á tíma þegar ég þurfti sárlega á vináttu að halda og að tilheyra var ég einmanna og utangarðs. Flesta því ólíka sem við tökum eftir hér á jörðu, eða ólíka sem sumir nota til að flokka aðra eftir, að gera með jarðneska hluti. Útlit, þjóðerni, tungmál, klæðnað, siði og svo framvegis. En Guð lítur ekki á það sem maðurinn lítur á. Maðurinn sér hið ytra, en Drottinn horfir á hjartað. Frá hans sjónarhorni einn flokkur sem framar öllum öðrum. Barn Guðs. Og
Við pössum öll fullkomlega inn í þennan flokk. Það eðlilegt að vilja vera innan fólk sem lítur út, talar, haga sér og hugsa eins og við. Það til staðar fyrir það, en í kirkju frelsarans söfnum við hins vegar saman öllum börnum Guðs sem fús eru til að vera safnað saman og sem leita sannleikans. Það ekki líkamlegt útlit okkar, stjórnmálaskoðanir, menning eða þjóðerniseinkenni sem sameina okkur. Það ekki sameiginlega bakgrunn okkur sem sameina okkur. Það sameiginlegt markmið okkar, elska okkar til Guðs og náungans. Skuldbinding okkar við Jesú Krist og endurreist fagnarindi hans. Við erum eitt í Kristi. Einingin sem við sækjumst eftir ekki að allir séu á sama stað, þegar allir snúi í sömu átt að Jesú Kristi. Við erum eitt, ekki vegna þess hvar við höfum verið, heldur hvert við keppumst við að fara, ekki vegna þess hver við erum, heldur hver við leitumst eftir að verða. Þetta snýst hinn sanna kirkja Krists. Ef þið elskar Guð, ef þið viljið kynnast honum betur með því að fylgja seini hans, þá eigið þið heima hér. Ef þið einlæglega reynið að halda boðorð frelsarans, jafnvel þótt þið séð enn ekki fullkomin í því, þá passið þið fullkomlega inn í kirkju Jesú Krists inn að síðari daga heilugu. Og hvað ef þið eru öðruvísi en fólki umhverfis ykkur? Það gerir ykkur ekki að utangarðsfólki, það gerir ykkur að nauðsynlegum hluta í líkama Krists. Allir eru nauðsynlegir í líkama Krists. Eyru nema hluti sem augun gætu aldrei séð. Fæturnir gera hluti sem hendurnar væru gagnslausar í að gera. Það þýðir ekki að starfika sé að breyta öllum til að verða eins og þið sjálf, en það þýðir að þið hafið eitthvað mikilvægt að leggja til málanna og að þið hafið nokkuð mikilvægt að læra. Á hverjum hluta aðráðstefnu eru þið blessuð með innblásin tónlist frá hæfileikaríkum kórum. Þegar þið hlustið, gætu þið tekið eftir því að söngvarnir syngja ekki allir sömu nótnar. Stundum syngur einn hluti kórsins laglína, stundum annar, en þeir stöðuðu allir að fallum hljómi og eru algjörlega sameinaðir. Hver kórfélagi hefur sama megin markmið, að lofa Guð og lyfta hjarta okkar til hans. Hver og einn verður að beina huga sínum og hjarta að sama guðlega tilgangi. Þegar það gerist, verða þeir sannarlega ein rödd. Ef þið eru ekki enn meðlimir kirkju Jesú Krists hinna síðara daga heilugu, bjóðum við ykkur að ganga til liðs við okkur við gleðjumst í söng hinnar endurleysandi elsku frelsarans. Við höfnumst ykkar, við elskum ykkur. Kirkjan verður betri með framlagi ykkar til að þjóna drottni og börnum hans. Ef þið hafið þegar sýnt það með skýrn með því að gera sáttmála við Guð, að þið þráið að komast í hjörð Guðs og kallast líður hans, þakka ykkur þá fyrir að vera þáttakendur í þessa mikla og guðlega verki og fyrir að hjálpa við að gera kirkju Jesú Krists að þeirri sem frelsarinn vill að hún sé. Eins og ég lærði af vinkonu minni í Þýskalandi, þá elska okkar til Guðs og barna hans sterkur vitnisburð til heimsins að þetta sannarlega kirkja frelsarans. Megi Guð blessa okkur með því að reyna af þolinmæði en kostgæfni, að lifa eftir þeirri hugsjón sem frelsari okkar, lausnir og meistari hefur sett okkur, svo að allir viti að við erum lærisveinar hans. Í heilaga nafni Jesú Krists. Amen.
Our dear beloved Father in heaven. Ráskæri himneski faðir, við erum svo þakklátt fyrir að vera hér á þessum ráðstefnu, Elskum þig og son þig. Við erum eilíflega þakklátt til hans, fyrir hans friðþægingarform fyrir okkur, þá von sem það færir okkur í þessu lífi og í eilíðinni. Við erum svo þakklátt fyrir spámann og byggjum fyrir hann, fyrir Nelson Foster. Við styðjum hann, gefðu honum þann styrk sem hann þarf að halda. Við erum svo þakklátt fyrir meðlemskap okkar í þessari kirkju. Við byggjum fyrir meðlema þessari kirkju allan heim, sérstaklega þau sem eru í erfiðleikum. Blessa þau og hjálpa þeim. Blessa þau til að geta fundið fyrir elsku frelsarans. Geta fundið fyrir frið, þótt þeirra aðstæðum. Við fyrir trúboðum allan heim, ungir og gamlir, og hjálpa þeim sem leitast eftir að vita meira þig og son þinn. Við að þessa boðskapir af þessari ráðstefnu munu styðja okkur, blessa okkar og hjálpa okkur að fylgja son þinn betur og hjálpa okkur að vera fordæmi og byggjum þessa hluti í nafni sona þíns Jesú Krists. Amen.
This has been a broadcast Þetta var of the útsending síðdegisluta laugardags 195. fyrri aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krist sinna síðari daga heilugu. Ræðumenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunar. Tónlist þessa hluta var flutt af kór, pilta og stúlkna sem búa á norður-Júta svæðinu. Öllum velkomið að skoða og miðla boðskap þessarar og annarar ráðstefna á churchofjesuschrist.org. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki í hagnaðarskyni á heimilum, í fjölskyldu eða í kirkju. Höfundaréttur 2025 Intellectual Reserve Incorporated. Allur réttur áskilinn. Aloha, I'm Sister Borden from Hawaii, and I want to thank you for joining millions of people around the world in watching this General Conference session of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We hope you enjoyed the experience and felt the peace and hope that comes from our Savior Jesus Christ. If you missed any of the speakers, want to rewatch any of the talks, or have questions about what you felt or heard, please visit churchofjesuschrist.org, and missionaries like me can connect with you.